Þetta eiginlega bara í fyrsta skipti þar sem að við lendum í einhverju svona rigningu, sko. Ég veit, það nefnilega svolítið áhugavert. Við erum búin að vera mjög heppin með veður. Já. Og fólk. Sérstaklega fólk. Ekki það að veðrið var gott, sko. Fólkið var bara betra. Já. Það var reyndar ljómandi fínt í gær. Þessi fiskur var, eins og þegar ég sótti fiskinn, þá var ég með ákveðna efasemdir. Á hverju? Mér fannst hann eitthvað svo ljótur og veist, hvað er hægt að gera við þetta? Já, já, já. Svo var hann bara einhver besti fiskur sem ég smakka. Takk fyrir það. Dásamur. Já, þetta var náttúrulega allt saman bara pappas gíslaþakkar, sko. Já, já. En það hefði nú ekki drepið þig að gefa mér morgunmat, eða? Viltu fá fisk, eða? Mætti ég prófa einn dag á dillinu? Já, já. En það? Já, gjörsamlega velkomin, sko. Ég skal vera launalaus, sko. Já, augljóslega. Ég myndi ekki borga þér fyrir það. Ég var að fara í hérna bátu. Já. Gunnar. Gunni minn, Sveppi hérna. Hvað segirðu? Sætlanir, ég sé allt gott. Ég bara var að sittast niður og var að fá mér lunch. Já, það er gott út sitjandi, sko. Ok, nú er ég mjög spenntur. Já, það er vegna þess að við félagarnir erum að fara lóðbeint til Vestmannaeyja. Til Vestmannaeyja? Ég er klár í það. Ég hringi eins og skot í Gísla og Sigga og alla þessa helstu. Það gat verið að þú þekkir alla kokka í Vestmannaeyjum. Já, já. En bara svo sé á hreinu, ég er ekki að fara inn á þjóðhátíð, sko. Ég er ekki að fara að draga því með mér upp á svið að syngja á nærbuxunum, sko. En það er akkurat það sem ég vil forðast. Að sjá þig og nærbuxunum upp á sviði. Eyjamenn, það er náttúrulega ekki að spyrja þeim, sko. Þeir eru hressir, þannig að það geti brostið í söng og vesen, sko. Og það er náttúrulega sko alveg hérna ógrynni af alls konar hráefnum, þannig að það verður nú ekki vandamáli. Nei, alls ekki. Við getum farið hérna aðeins í Suðurlandið og hérna nælt okkur í eitthvað dót og tekið svo Herjólf yfir. Þetta er skrifað í skín og langbesta plan sem ég hef heyrt. Mitt fólk tala við þitt fólk og málið dautt. Nákvæmlega. Hlakka til að sjá þig. Heyri, vinn minn. Takk fyrir þetta. Ok, vinnur. Bye á. Bye. Bong og blíða og góð svona sveitalykt. Mjög langt síðan ég kom inn að síðast. Já, ég var hérna fyrir kannski svona árið síðan. Hæ! Hæ, hæ. Sælir. Já, er alltaf bong og blíða hérna? Sjálfsögur. Svona er þetta alltaf. Þetta er miklu stærri heldur en bjóst við. Já. Þetta er bara svo lítið, þetta er bara svo kardimónbærinn. Þetta er svolítið þannig, sko. Það er sólin skín. Það er hérna svolítið svo að sé borgirauninni í sveitinni. Í sveitinni, já, nákvæmlega. Við erum með kaffihús hérna og svo er hérna nytjamarkaður og bókabúð hér og svo erum við náttúrulega með tónleika á hverjum laugardegi. Já, ok, ég veit. Yndislegt. Og svo er náttúrulega hérna verkstæðið, eða ekki? Jú, svo erum við með 5 vinnustofur. 5, ok. Einmitt. Ég veit ekki hvort þú sér búin að taka eftir því, en mikið refur er svolítið hérna, snáðast í kringu þig. Passaði að fara varlega bara. Hæ! Já. Það er eins gott að fara varlega. Já, þetta er stóð að maður veit aldrei hvað Þess verðum að éta. Já. Þetta er Rex. Þetta er Rex, já. Þetta er Rex. Hvað er Hæ, gaman að sjá þig. Gaman að sjá þig. Maður má nú til að benda ykkur hérna inn á matjurtagarðinn okkar. Já. Þetta er svona sameiginlegur matjurtagarður fyrir íbúa og... Já, ok. Þannig að fólk getur bara komið hérna og náð sér í. Kartöflur og kál og það er eins og við erum að gera líka í gróðurhúsinu. Þá erum við að bjóða upp á að fólk getur komið og tínt. Já, ok. Og ég held að sé bara að taka tómat, beint af plöntinu og bíti hann, sko. Já. Það er allt annað heldur en að fá hann úr einhverju kassa, sko. Já, úr einhverju kæliborði einhvers staðar í einhverju verslun. Já. Og þau eru bara hérna fyrir aftan? Já. Vil ég alltaf þangað? Já, endilega. Hérna gerast þú náttúrulega töfrarnir. Það er... Akkurat. Sólheimurinn við höfum ræktað grammeti náttúrulega síðan 1930 þegar þeir eru stofnaðir. Já, og með lífrænum aðferðum síðan þá. Já, þetta hefur bara verið lífrænt frá upphafi? Frá upphafi, já. Ok, yndislegt.
Þannig að það þýðir að hér allt ræktað í mold. Já. Og þú sér hérna, það eru humlur rosalega busy hérna að sinna vinnunni Já, sinni að akkurat. frjóka allt og svoleiðis. Nákvæmlega. Og þær hafa mjög fjölbreytt úrval vegna þess að þeir voru að spyrja hvað það væri margar tegundir hérna. Einmitt. Ég hef ekki hugmynd. Og ég held að Pálu sem yfir gróðurhúsum Hann veit það ekki heldur. Hann veit ekki heldur, nei. En það sem sagt alltaf verið að gera tilraunir. Þannig að þú veist, núna erum við til dæmis með melónur, sætar kartöflur, það er verið rækta svartabönir, kjúklingabönir, það er eggaldin og zucchini, allavega 12 mismunandi típur á tómatum. Bananaplöntur segir mig eins. Bananaplöntur og plantein. Fyrir mig sem matreiðslumeistari er þetta náttúrulega bara gósenland. Og gaman að sjá bara fjölbreytnina og hvað við getum ræktað mikið meira á þessu landi. Akkurat. Við erum með hana dásamlega jarðhita. Akkurat. Ég hef nú reynda verið að segja þetta svo ótrúlega lengi eitthvað, að ég væri til í að sjá eitthvað meiri svona fjölbreytni koma úr öllum þessum fínu gróðurhúsum sem við eigum. Svo. Já, nákvæmlega. Það er margt hægt að gera. Og bara kíkjum yfir í næsta hús. Það er alls konar ber og svona skemmtileg uppskriftir í gangi. Ok. Í næsta húsi þá er alls konar skemmtilegt og meðal annars bara vínviður. Já. Já. Og hvað, eru þau hugsa að fara í framleiðslu eða? Þetta endar kannski bara með stórkostlegu sólheima víni, ég veit ekki, við verðum mögulega kannski 2 flöskur á ári. Já, vá. Aha, þetta er bara hérna. Þetta er alveg uppskera. Má maður smakka þetta? Já, gjörðu svo vel. Þetta verður meira háttar vín. Þetta verður geggja með fiskinum. Já. Kannski ekki annað kvöld í veislunni hjá ykkur. Ég held við náum þið ekki alveg fyrir þann tíma. Mögulega ekki. Nei, það er hérna svona full bratt. Þetta er fyrsta lagi bara núna tilraunaræktun. Bara að sjá hvernig það gengur og hvað þetta tekur langan tíma og svona. Akkurat. Ég held að ég gæti vel hugsað mér að vinna í gróðurhúsi. Já, hérna eru tómatarnir og allt í gangi. Hann er aðal starfsmaðurinn. Algjörlega. Þetta hlýtur að vera lykilmaður. Algjörlega. Vá, hver er sveppurinn? Var þú mikið sveppum? Já, detturinn. Ertu ekkert að rækta sveppi? Nei, það er á flúðum. Tómatar, já, það er á flúðum. Það er á flúðum, sko. Já. Heyrðu, áttu gammal um daginn? Það vist í haust. Hvað varstu gammal? Bróar, 75. 75? Og nú skaltu vara því. Já. Veistu það? 75, syngju hopp dimmalim. Já, það er svolítið þannig, sko. Þetta eru tómatir sem mjög góði tómatir. Já, nefnilega, við erum að fara að halda veislu í Vestmannaeyjum á morgun. Guð hjálpi það. Já. Og okkur vantar tómata. Þið vantar, það er alveg slemma að tómatina frammi. Er það? Frábært. Alveg eldrauður og fínir, maður. Já, þú getur valið. Og það er heilu slömmurnar. En ertu líka með svona litla sherrytómata? Jú, við erum með alls konar. Heyrðu, við þurfum nú að nappa ykkur af þessum tómatum hérna. Já. Þið verður nú að smakka. Já, þetta fer beint í veisluna. Mjög gott. Vá, þetta er gott. Er ekki í lagi að við stelum nokkrum tómatum í veisluna? Jú, það er frá aftur það, en ég hef að láta bara vita. Yfirmanninn? Já, Ertu með yfirmann? Ert þú ekki einu mann? Yfirmann, og hvað er hann? Ég skal tala við hann. Já. Já. Þau koma, svo ég hafi ekki samvinskupið. Já, þú voru að fá leyfi? Já. Við viljum alls ekki að þú hafir samanskapið. Við viljum ekki stela, þótt að stolnir tómatar séu betri en aðrir, sko. Hvað þurfum við marga? Við þurfum svona kannski 30 stykki. Nú er þetta alveg þannig? Ég var að pæla ef við myndum bara að gera eitthvað svona næs tómatsalat. Bara eitthvað ótrúlega einfalt og fínt. Ekki kalt. Heldur bara svona volt. Volt tómatasalt? Já, með smá ólífólju og pipar og einhverjum jurtum og svona einhverju fínir í. Þú ert mættur? Já. Nú sláist þetta. Já, nú þurfum við 30 stykki. Já, nú skulum við slást. Varstu komið með leyfi frá yfirmanninu? Já. Ok. Var þetta allt í góðu? Já. Flott. Ég reynda mikið hana, ég þurfti að smyrja hana til. Hún er vel smurða. Ég kann tökinn. Ég veit það. Það er nefnilega málið. Þú ert mikið sjármur. Þarna inni eru sko 3 vinnustofur. Já, ok. Það er leirgerð, svo er listasmiðja og svo er vefstofa. Við tökum kannski svona smá hring og skoðum þetta allt. Já, endilega. Ef við að kíkja yfir í listasmiðjuna og sjá þar. Takk, Kristján. Gaman að sjá þig. Gaman að sjá þig. Gangið vel. Já, takk fyrir. Hvað ert að bralla?
Ég er sauma. Ertu að sauma? Og hvað gerir við þetta? Er þetta bara... Þetta er sýningu. Þetta er á sýningu? Náttúrulega sumar. Já. Ég er svo vinsæll. Hann er svo vinsæll, sko. Hann er nefnilega eins og þú. Já. Það geggjaður, sko. Þetta er nú alveg æðislegt. Hæ? Já. Hvernig blóm er þetta? Þetta er bara sólblóm? Jú, sólblóm. Já. Mjög litríkt og fallegt. Já. Já. Takk. Og hér ristið þið bara eitthvað eigið kaffi, eða? Já, þetta er lífrænt kaffi sem er innflutt frá Honduras og Brasilíu og Guatemala. Sjarmerandi. Mjög. Hörru, og takk fyrir kaffið. Já, bara... Þetta var ljómandi. Já. Tómatarnir, við mögum ekki glemma þeim. Heyrðu þá það. Pikka þá, sko. Pálmi passaði upp á þetta. Þá vorum við komin með þetta. Heyrðu, takk fyrir að sýna okkur sólema. Yndislegt að fá okkur. Alltaf velkomnir. Alveg dásanlegt. Takk fyrir það. Við komum pottþétt aftur. Já. Þér er valega. Þangað til næst. Fyrir það. Bye bye. Bless, bless. Bye bye. Hérna erum við, sko. Vá. Ægiskunum mínar, gaman að sjá ykkur. Halló, velkomnir. Ég talaði við hann hérna Roberto sem býr hérna. Hvort hann mætti koma og elda hérna hádegismat fyrir okkur. Heldur við það. Þið eru með svo fínt eldhús nefnilega, sko. Einmitt. Bara gegn. Það verður ekki. Ertu ekki til í það? Jú. Ertu tónlistakona eða? Já. Er það? Já. Leið og ég hitti tónlistamann sem spila á gítar eða píanó, þá langar mér bara strax að setjast niður og fá mig kaldan bjór og syngja, sko. Herðu, verðum við ekki að redda því það? Við getum alltaf að byrja á kaldum Já, bjór. byrjum á kaldi bjór. Eru þið með hennar stað hérna og rekið hann Já, og búin að vera lengi eða? ár núna, rétt rúmlega. Já, Við erum búin að reka hann í ár, rekkan í ár. en Nýbyrð? eiga hann í viku. Nú, Já, Erum við fyrstu gestinir, eða? já. nánast. Eftir að við eignumst, Já. eru við fyrstu gestir. Er það? Já. Hvað heldur þið? Vá, skál fyrir því. Já. Þannig að þú spilar á gítar og píanó og syngur eins og engill og... Það kemur ljós. Ég er svolítið spenntur fyrir því. Já, það væri gaman. Þú væri alveg til í að taka lagi fyrir okkur ef við viljum. Já. Er það? Já. Æðislegt. Gott að fá að spila fyrir einhvern annan en Villa. Þarna kemur hann. Hann er okkar maður, sko. Roberto. Hello. How are you, my friend? Very good. Nice to see you again. Nice to see you. Nice. Wow. So what do we have here? Well, we have some salsiccia, some guanciale, and some new products. Sounds like lunch. We have a kitchen. Let's We go have a to- kitchen. Let's go to see what we can do together. I love it, sko. Perfect. Let's do it. Þetta kallar á að fara úr jakkanum. Já, já. Nú er það bara áfram gakk. Þetta er alvöru vesen. Já. Here we are. Finally in the kitchen. What's this one here? This is a new product that I'm trying out. Okay. And this will be the perfect situation to try together. It's basically polpettone, like grandma was doing. Okay. With minced meat, and normally in the traditional recipe we have bread, milk, eggs, but this one, because we are in Thekvabayr, Yeah. I decided to do with potatoes instead of bread. Of course. And milk. This is something you made here. Yes, the meat products are produced in Thekvabayr with Icelandic meat, and then all the other products I'm importing to be able to support the company. Got it. And where do you sell it? Where can I buy it? These one are in Melabudin, Haukop, and Kronan. What about this one here? This is a Christmas product. Okay. I'm doing once a year, Okay. and it's lambalairi. It's prosciutto made with the lamb. Icelandic lamb. Okay. And what are the spices? The spices, it's a mix of pepper and some cumin. And you salt it first, Yes, and then you just dry it. between 4 and 6 months, depends of the size. Yeah. And then we are, washing out the mold and then pouring the red wine to reduce a bit the taste of the lamb. Okay. And then put the black, the mixed pepper Yeah, around. yeah, yeah.
Can we taste it or? Of course. Ég var einmitt að fara að spyrja þessu, sko. Ég hef bara aldrei séð girnilegra lambalæri, sko. This is really tasty. Wow. Maybe one day we can import prosciutto from Iceland to Italy. To Italy. That would be exactly. nice. Ef ég bara gæti haldið haus og losa þessa hlekki og við lifðum. So, where do you come from originally? Close to Napoli. It's a town called Limatola. It's about 45 kilometers northeast of Napoli. When did you move to Iceland? I moved to You've Iceland been here for a in while. 2000, just before 2008, 2007. Been working in a kitchen since I was 13 years old. I started when I was 13 because I didn't want to work with my parents in the farm. I love to work with Icelandic raw material. The fish is spectacular. The meat is good, especially the horse meat. I think horse meat and lamb is fantastic in Iceland. Án þess þó að við þæfumst í hnút og leitin að eigin svæli hitta lokum út. Ef til vill vantar aðeins í raun að við reynum að hlúa fyrst að okkur sjálfum. Án þess þó að við þæfumst í hnút og leitin. Góðan daginn. Góðan daginn. Er þið gaman að sjá ykkur? Sömuleiðis. Er þetta íslenskt orð? Skræða? Það hlýtur að vera. Þetta er svo eldgamalt. Skræður eru þannig tilkomnar í Þykkvabænum. Þetta er úr hrossakjöti og það var þannig að Þykkbæingar byrjuðu mjög fljótt að borða hrossakjöt en það gerði engin annar í landinu. Og það var litið mjög niður á Þykkbæinga að borða hrossakjöt vegna þess að þetta var á móti trúnni held ég megi segja, frekar en einhver öðru. Það var þannig að það komu bændurnir hérna í sveitunum í kring. Þeir komu með hrossin sín, hérna, teimandi og fóru svo heim með húðina. Skildu restina eftir í Þykkvabænum. Og þetta átu menn og svo var að finna leið til þess að nýta þetta allt saman og þetta er hrossasíðan sem er gjarnan mjög feit og ekki svona mjög lystu að sjá í fyrstu atrennu. Einhvern veginn römbuðu þeir niður á þetta, fara að gera þetta svona og Þykkbæingar borða hrossakjöt í öll mál og þrifust betur en annað fólk eðlilega. En þetta var náttúrulega þeim tímum þegar það er lítið til að salti og það er lítið til að alls ekki hægt að frysta og þannig að þetta skemmdist nú gjarnan hjá mönnum og þetta var geymt einhvers staðar í geymslum og það kom vond lykt og þá fylgdi það nú og það hefði nú ekkert verið sérstaklega góð lykt af Þykkbæingum. Þegar fór að líða á veturinn. Eigum við ekki bara að sýna ykkur hvernig hvað þetta snýst? Ekki spurning. Mjög vel. Ekki spurning. Sjáuði, nú er þetta bara orðið tilbúið, sko. Búið að malla hér í eigin feiti í 3 klukktíma. Aðeins ögnarsalti í upphafinu. Annað ekki. Þú segir vá, Sveppi. Það er spurning hvort þú segir vá þegar þú er búin að smakka. Ég er mjög spenntur að smakka, sko. Og er þetta svo bara eins og snakk? Svo er þetta bara snakk. Gömlu góðu guðskaflarnir. Já. Þetta kann að vera aðeins heitt en þá, en... Kannski til að byrja með að taka ekki feitasta bitann. En hérna, við bara gerum þetta svona. Þetta var bitið sem ég ætlaði að taka. Gerðu svo vel. Takk. Ég er rosa mikið borgarball, sko. Og hvað, hei. Þetta finnst mér bara mjög gott. Ég þarf aðeins að venjast þessu. Af hverju, hvað meinarðu? En það er eiginlega svolítið þannig að annarkvort finnst fólki þetta æðislegt og verður hálfvitlaust í þetta. Já. Eða það fyllist einhvern viðbjóð og bara vill ekki sjá þetta. Já, einmitt. Svo er nú fólk alltaf margir sem að finnst skrítið að borða hest, eins og við erum að tala um. Svo er það alltaf... Já, ég held að það hljóta að vera bara númer 1, 2 og 3 ástæðan, sko. Þetta er bara mjög gott, sko. En nú ég held ég sé að koma í Þykkvabæ bara í fyrsta skipti. Á ævinni, já. Ég held það.
Ég man ekki eftir að hafa komið hérna. Ok. Eru kartöflugarðar hérna bara? Samt, sko, við erum búin að keyra eiginlega gegnum allan Þykkvabæ. Ég hef ekki búin að sjá einustu kartöflu. Nei, garðarnir eru svona aðeins frá en það eru reynda garðar hérna rétt hjá. Við getum bara rölt og kíkt á það. Og tekið upp nokkrar? Já, örugglega. En það ekki? Jú. Má ekki stela þér nokkrum? Jú. Við þurfum kartöflur í veisluna? Já, við erum bara að fara til Vestmannaeyja að halda veislu. Ég er ekki með eina kartöflu þar. Ekki málið. Þetta er rosalega. Hvað er þetta langt til dæmis? Þetta er 600 metrar. Hvað tekur upp mörg tonn á ári? Svona 300-400. Ertu að gera þetta allt sjálf? Nei, konan hjálpa mér. Já, eru þið að taka upp kartöflur? Nei, við erum reynda, já, stundum. En hérna, oft fáum við nú aðstoð frá krökkunum sem sagt í upptökunni. Já, þannig að þetta er bara fjölskyldu... Já, þetta er það. Við höfum haldið búinu í þeirri stærðagráðu að þetta er bara fjölskyldan. Ekki svona vinnumanna dæmi. Nei, ég skil þetta. En við þurfum samt bara svona 4-5 gröð, sko. Já, þá bara gerum við í því. Hérna, Sveppi gáum hvað við finnum. Já. Má sjá þetta. Já, sko. Og mér finnst einhvern veginn eðlilegast þar sem ég ætla að elda kartöflunar að þið takið þær upp. Já, þú átt bara að vera með hendur í vössum, kallið minn. Já. Það var allt eins og að vera. Og bara passa að þið gerir þetta almennilega. Já. Þannig að þið fjölskyldan gerir þetta svona. Nei, Sverrir, við gerum þetta ekki svona. 400 tonn? Nei, hvernig er þetta gert? Ég veit ekki, maður. Það eru vélar sem gera þetta fyrir okkur. Okay. Eða við hjálpumstum af við og vélarna. Mér sýnist Sverrir Þórhallsson frá að tína kartöflu fyrir 100 manns, þannig að þú getur kannski fengið smá af þessu. Hvað eru mörg í veislu? 30. 30? Það eru svona 3 kartöflur mann. Það eru 90 stykki. Það er hárrétt hjá þér. Let's go. Vá. Takk Sigurbjartur. Ætlarðu að taka hérna? Þetta var dásamlegt, sko. Verði ykkur að góðu. Já, takk fyrir kjalla. Jæja. Basilgimlet. Vá, hvað hann er huggulegur. Þess basilika. Snill. Tómatbjór. Hvernig býr maður eiginlega til tómatbjór? Það eru 200 kíló af tómatum í 1000 lítrum af bjór. Ok. Og Ægisgarður býr hann til fyrir okkur, en tómatunum er bætt við á 3. degi bruggunar og svo bara matla þeir saman með bjórnum. Er það bara búið að búa til djús úr tómatunum eða fara bara tómatunum bara heilir út í það? Já, djúsum tómatana hjá okkur og svo förum við með þá í Ægisgarð og þeir græja restina. Einmitt. Ég er mjög spenntur fyrir þessu. Já, bara skál í botn. Já, hjartastakir. Skál. Skálun. Ég verð að smaka hann. Ég er með netta svona fordóma fyrir honum. Af því að mér finnst bjór bara góður þegar bjór er bara bjór. Leið og búið að setja eitthvað svona sítrus í þetta eða bjór eitthvað, appelsínubjór eða eitthvað. Þá er ég bara, mér langar bara bjór. Einmitt. Já, ég er nú oftar en ekki sammálaðir, sko. En þetta finnst mér mjög gott eins og. Þetta er nú bara ljómandi fínt. Það var það sem ég sagði. Ég held að væri meira svona afgerandi tómatbragð. Nei. En það er það ekki. Það er jafnvel minna tómatbragð heldur en ég hélt. Jæja, tómatbrú sketta og andasalat fyrir þig. Vá, þetta lítur vel út. Þetta er bara kæra þakki. Takk fyrir kjalla. Heyrðu, þá er það bara bon appétit, sko. Mér finnst það ógeðslega gott. Já, mjög. Virkilega. Hver eldar á þínu heimili? Það er nú bara svona svolítið 50-50, sko. Já, ok. Ég er að vinna með svona einhverja 7 rétti sem ég elda bara alltaf. Af því mér dettur ekkert annað í hug. Ok. En svo þegar konan tekur sér til, sko, þá fer hún svona kannski eitthvað aðeins út fyrir boxi og svona, sko. Já. Ég er ekki nóg duglegur við það. Nei. Að prófa eitthvað. Ég bara elda hakk og spagetti og þá elda ég bara venjulegt hakk og spagetti. Já. Eða skinku og sveppapasta. Eða laxaskál. Það má líka. Já. Ég verði eiginlega að fá að bjóða ykkur eftirréttin okkar. Já, takk. Við erum með tómata-ostaköku sem hljómar örugglega mjög furðulega, en kemur yfirleitt mjög skemmtilega á óvart. Þetta er með grænni tómatsultu með kanil og læm
Og svo erum við með einfaldasta eftirrétt í heimi, en samt kombo sem að klikkar aldrei. Það bara jarðarberja kambóin. Já, það bara... Og af því að þetta eru þið, þá ætlum ég að bjóða ykkur hérna upp á Filmurland kampavín, sko. Æðist. Takk fyrir kjalla. Ég drekk sjaldan kampavín, sko. Jæja. Ég þarf að fara að vinna meira með það. Á svona stöðum, þá passar það voða vel, sko. Þið eru með svið og alls konar hérna. Er eitthvað happening oft hérna? Já, hérna erum við með svið. Það sem við erum bæði að nota bara fyrir alls konar skemmtilega viðburði, tónleika og svoleiðis. Og erum búin að vera með til dæmis GTRN, KK, Moses Hightower, alltaf svona einu sinni í mánuði reynum að vera með eitthvað skemmtilegt. Og gluðar þessu bara yfir jarðarberja? Japs. Svo svona misjafnt hvað fólk vil láta þeim marinerast lengi, sko. Þannig að við taka svona mjög skemmtilegt bragð eftir kampavíninu. Við höfum nógan tíma, maður. Nægan tíma, bara gjörið þessu vel. Það er ekkert stress hér, sko. Mér datt í hug að þú kannski fengið þér ostakökuna og ég sé þetta. Við finnum út af því. Verði ykkur góður. Takk fyrir. Hvernig vinnum við þetta? Þetta ekki bara... Tökum þetta ekki bara eitthvað með puttunum og... Er þetta bara eitthvað svona dæmi? Ég myndi halda það, sko. Vá. Þetta bara setur mann hljóðan, þetta er svo gott. Já. En líka bara þessi jarðarberjur eru svo góð, sko. Alveg hrikalega góð, maður. Svo náttúrulega ekkert að skemma þau að vera löðrandi í einhverju kampavíni, sko. Nei. Þetta hér á milli, það? Já, bara í alvörunni, sko. Hvert eru að fara? Er þetta ekki matreiðsluþáttur, eða? Mitt! Hvað rugl er í gangi hérna? Ég held að ég væri búinn að sæna mig upp í það að gera vel við mig í mat og drykk og svo þarf alltaf að vera að drösla mann í einhverja náttúrupotta. Já, sko, þetta er ekki náttúrupottur. Já, lækur! Þetta er þetta er lækur. Þetta er náttúrulækur. Já. Áskotan! Ég nefnist ekki, ég verð í bandi við þig. Búsi. Ok, hérna er þetta. Heitur lækur eins og ég lofaði þér. Þetta er náttúrulega bara paradís. Já, þetta er það, sko. Er þetta ekki bara skipt föt hér, eða? Ég held það bara og svo bara vöðum við hérna yfir þetta allt saman. Ok. Þessi lækur, hann kemur á óvart. Já, ég sammála. Áður hafði ég mjög mikla vonir. Svo þau komu nær, þá urðu þær vonir næst í það engu. Og svo þeim bara komin onni. Þetta er geðveikt, sko. Það var þetta bara mega næs. Já. Alveg ótrúlega næs. Hvorum megin viltu vera? Heyrðu, ég skal bara vera svartur, sko. Já, ok. Ég var svona svolítið búinn að ákveða það líka. Að ég var svartur? Ert þú með eitthvað planað fyrir þessa veislu þá? Nei, ég verð þarna. That's it? Nei, og ég með ræðu og við erum að fara að veiða fisk og eitthvað. Nei, ég virkilega vonast til þess að þeir munu bara færa okkur fisk þarna, einhverjir fínir veiðmenn, sko. Held að pappans Gísli Matt á Slifnum. Já. Pappi hans held ég að fara út. Að veiða? Að veiða. Og hugmyndin er að eina sem við verðum með í veislunni sé rauninni bara einhver fiskur sem hann veiðir, sko. Já, það er stemming. Já, mjög veist það. Notum auðvitað kartöflunar frá í dag og pilsurnar og það allt saman. Tómatana frá Reyni Pétri. Þú getur rétt ímyndaðir. Einmitt. Nú er kallinn bara í sókn. Já. Þetta er gott. Já, förum að hittum Sigga félag minn og fáum okkur eitthvað gott. Er hann kokkur?
Já, hann kokkur, við unnum saman lengi vel. Já. Eru þið ekki fínir hérna bara? Já. Hiti og allt, sko. Já. Og það nú að anda að sér þessu eiginlofti. Og líka bara, ef maður getur verið úti, já, þá á maður að vera úti, sko. Það finnst mér. Skál. Skál, velkomin til Eyja. Takk. Gaman að sjá þig, Unnur. Yndislegt að sjá þig. Velkomin á Eyja. Takk fyrir kella. Ok, strákar, svo vorum við að fá inn ferskan fisk í morgun frá markaðinu. Ok. Og ég fekk inn hámeri, sem náttúrulega sjaldgæft að fá inn. Einmitt. Aldamótakarfa og keil. Ég ætla að fá mér hámeri, ég þarf ekkert að skoða þennan listan eitt. En það ekki? Jú. En það ætlar að fá þér hámeri? Ef þið eru í hamborgarafíling, þá erum við svolítið að leika okkur líka með það. Við erum með, hamborgar sem heitir Eldfell. Já. Og við erum að Grímur bróðir reykir ostinn fyrir hana. Mér okkar er mjög til að smakka hana hamborgar líka, sko. Ég ger Þú kemur okkur bara óvart. Takk, Unnur. Takk, Unnur. Já, fylgur toppmaður. Eðaldrengur. Hvað sagði þessi fiskur heiti sem er að koma? Hámeri. Og sko... Hvað, akkur er svona mikið vesen að fara á hámeri? Já, það bara gerist svo sjaldan, sko. Þú veist, það er enginn sem fer og veiðir hámeri eitthvað. Nei, þú ert ekki á hámera veiðum. Nei. Þú veist, þetta er bara eitthvað svona, einhver auka afli sem kemur í netin, eitthvað svona, sko. Já, þannig. Það er undir. Jæja, strákar. Jæja. Ég er í svo miklu toppmálum, sko. Það hálfa verið nóg. Takk, Siggi minn. Takk, Unnur. Ég var eitthvað, ég er með smá pælingu. Okay. Ég tek einn bita núna og þú líka. Tilbúinn. Okay. Gjörðu svo vel. Þetta er gott. Hámeri. Þetta er bara uppáhalds og vefjan mín, sko. Þá færi ég þennan hingað. Ok. Svona. Stemming. Þetta er mjög gott. Þetta aldamóta dæmi, hvað er það? Aldamóta dæmið er oft kallað aldamóta karfi líka. Já. Hann er alveg på tíu. Ok. Mér finnst þessi reykti ostur líka stórkostlega, sko. Hvað er þetta? Þetta er einhver gulbeða. Gulbeða? Það er bara fiskur sem ég heyri það orð á ævinni. Já, þetta er alveg eins og rauðbeða, nema hún er gul. Þetta er allt saman meiri háttur. Sko, ef það fer nú að rigna, þá væri nú kannski bara gott að reyna að rigga þessu hingað inn. Ef við getum plantað gísla í það eitthvað. Já. Hæ, Unnur. Nei. Hvað segir þið? Gott að vera komnir í Eyjuna og svona. Er það ekki? Jó, ræðislegt, sko. Er ekki allt gott eða? Það er bara allt yndislegt. Er ekki örugglega lokað í kvöld hjá þér? Það er alveg örugglega lokað. Já. Er lokað? Það er lokað. Já. Því miður. Já. Þú náttúrulega ætlar að hjálpa okkur með veisluna. Já. Svo er eins og að sé komin eitthvað smá rigning í kortinn og eitthvað svona, þannig að við erum ekki að fara að halda það úti. Nei, og nú þurfum við Eyjaskeggjarnir að standa dálítið saman, sko. Já. Sko, ég var um það pæli, þú veist, við erum með tóma veitingastæðina. Okkur... Gerum þetta ekki bara hér? Jú, Er það ekki það? klálega. Mætti ég ekki raði svo svona dálítið bara eftir svona mínu höfði? Jú. Þú þarft ekki að vera að þvælast með einhver borð, við bara hefur þetta bara svona. Já, ég ætla nú samt svona að búa til einhverja línu hérna. Já. Skilur við á endanum og... Já, einmitt. Svona eins og hjón. Áttu vona á okkur, eða? Hefðu. Það er sick hvor. Já, er ekki hérna? Ég held að hann elski þetta. Hvað er ég með? Blóðberg. Ég er endar, sko, ég var ekki alveg að fara eftir uppskiptina, en það er svona smá hliðar eitthvað. Þetta er mjög gott. Gekkja. Virkilega. Og ákvæmt er fest og gott. Erum við með eitthvað fordrykk í kvöld? Smaka minna. Já. Erum við með eitthvað svoleiðis? Þú ætti að spyrja mig? Já. Þú hefur hingað til séð minna fordrykk, meistari. Já, svona stundum. Nú erum við bara svona að opna umræðan á þetta og við erum allir saman í þessu strákarnir. Já, þurfum við ekki bara að fara að tína ykkur á jurtir eða hundasúrur? Það hljómar eins og þetta sé mitt vesen, sko. Já. Sem það er. En það ekki? Jú. Þannig að ég er að fara að tína hundasúrur og græja skreytingar og græja fisk og eitthvað vesen. Já. Það var mjög gott. Á meðan ætla ég að byrja að undirbúa grænmeti og einhverju svona garnissa og sósur og eitthvað svona. Já. Nú hef ég engar ágjur. Nei, ekki heldur. Kemur kallinn, sko. Alveg eins og herfóringi. Hæ? Var eitthvað veiði? Það var eitthvað smá. Já? Já, þetta er bara ljómandi gott. Hvað erum við að tala um hérna? Blálanga og karfa. Blálanga og karfi? Já, er þetta aldamótakarfi? Já, eiginlega. Já. Sýndist það?
Þarna sko. Geggjað. Wow. Heyrðu, takk kærlega fyrir. Ekki máli. Og svo sjáumst í kvöld. Þú kemur í partí. Ef ég detti ekki út í... Shit. Já, ok. Er það Katrín? Hæ, já, gjörðu svo vel. Takk fyrir maður. Heyrðu, hér er boxhandaðir. Ok. Og hnífur. Ok, það er bara beint í vinnu. Já, og Maríustakkurinn er hérna, þetta hérna. Já. Erum við að fara að taka svolítið af honum? Já, og taka bara ekki starra en þetta. Já, svo setjum við það í einhver glös eða í plómavasa. Já, ok. Svo. Ég held kannski betra fyrir því. Að vera hinum meginn. Þar ég get aldrei slatt af þessu? Jú, svona svolítið. Það er bara eins og ég aldrei gert neitt annað. Þú ert eins og vanur blómaskreitingamaður. Já, ég er komin að stórri blómaskreitingafjölskyldu, sko. Ætlar að koma og skreita með mér, kannski? Já, ég get alveg gert það. Já, bara tíma, sko. Þið hafið náttúrulega ekkert nema tíma hérna í Eyjum, með hann okkur. Nei, það er ekkert nema tími. Þetta er fallegu garður sem þú átt hérna. Þakka þér fyrir. Ég er nefnilega með svona garð heima hjá mér. Ég er ekki með nógu græna fingur í þetta mál. Já, ok. Það einhvern veginn vex ekkert og dafnar hjá mér, sko. Nema að blessa börnin, sko. Já, það er nú það besta. Já, að tvennu illu, þá er það skárra. Já. Heyrðu, ok. Ég eldi þig, sko. Já. Ég veit ekkert hvað þú mátt gera hérna. Sko hérna er bara endalaust æti. Er það? Já. Mér er svo magnað að þú sjáu það, sko. Sko þetta hérna heitir þangskegg, kallað sjáatrufla. Í dag kostar þetta jafn mikið og svarta truflur í heiminum í dag. Og ertu bara að borða þetta svona beint, eða? Sko, það er lítið bragð þessu núna, en ef maður svona gerja þetta rétt, þá kemur svart truflubragð og næst í eins og svona ígulker. Má smaka? Já, endilega. Í hvað notar þetta? Bara í mat og...? Bara, já. Bara hakk og spagetti? Hakk og spak og... Nei, við hérna með ýmsum fiski og kartöflum til dæmis, geggja með kartöflum. Já. Ég veit að Gunni elskar þetta samt ekki, hann er einn af fáum sem elskar þetta ekki. En ég ætla samt að herra Já, við tökum fullt af þessu, sko. Ég nefnilega hef einhvern veginn að fara í svona sölvafjöru að sækja söl. Já, það er alveg einhver söl hérna, en það er bara ekki alveg háfjara núna. Já, það er alltaf einhvern veginn undir. Já. Þetta er nú bara svona basic þang. Já, þetta er söl. Nú, þetta er söl, já. Já. Ef þú smakkar svona bara görkins eða bara svona litlar gúrkur, saltar. Ef þú smakkar þetta er ótrúlegt. Þetta... Har við borðið allt í einu? Eða bara það sem er inn í þessu? Bara geggju áferð. Það væri hægsunandi að borða þetta bara í staðinn fyrir gúrkur á borgarrask. Piklaða gúrkur. Vá, þetta er bara mjög gott. Já, þetta er bara geggja. Af því að þegar ég kom inn þá var þetta bara sjór og fjara, sko. Já. Ekki matarkista. Þú veist, hérna er bara endalaust sem þetta er að nýta, sko. Blóðberg og fullt af hundasvöðum. Það er ekki að vera langt. Ég sé hundasúrurnar, sko. Já. Sé ekki blóðbergi. Hvað er hérna? Já, þetta er blóðberg. Já, þetta er blóðbergi. Þetta er bara svona drottning allra jurta á Íslandi. Og lavander og hunang og tvílít. Tvílít næs. Já, vá. Tínum eitthvað hérna. Veist, þetta getur bara, ertu að kaupa bara morfjár í búði, ekki? Jú. En þetta er bara einn besta jurt, eitt besta hrálinn sem maður kemst í, sko. Er ekki allir að láta rífa þetta svona? Jú. Þetta er mjög gott á bragðið. Já, það er geðveikt að grafa fisk í þessu og bara krydda lamb og bara yndislegt.
Eru ekki bara ready? Jú, gerum þetta bara. Já. Ekki eftir neina bjá. Kæru vinir, mér langaði bara til þess að skála við ykkur og þakka fyrir alveg frábærar móttökur sem við Gunnar erum búin að fá hérna í Vestmannaeyjum. Og þetta nú ekki í fyrsta skipti sem ég fæ frábærar móttökur hérna í Vestmannaeyjum, sko. Mér líður alltaf alveg ótrúlega vel, þetta er mjög skemmtilegt og svo finnst mér líka eins og að Vestmannaeyingar séu aðeins bara svona harðari og betri heldur en restin af landinu, sko. Við getum alveg verið svona pínu sammála um það. Það er aldrei vesen, það er aldrei vont veður, það er alltaf bara upp og áfram sem eru náttúrulega mjög góð einkunnar orð. Þannig að mér langar bara til þess að þakka fyrir okkur Gunna og takk fyrir komuna og ég segi bara skál og velkomin í veislu. Skál, njótið. Við erum með 3 tegundir af fisk. Þannig að við erum með blálöngu, löngu og aldamótakarfa. Við sækjum það svo bara og setjum það á borðið bara eftir örstutt og stund. Meðlætið, tómatsalat, borið fram bara með smá timjanolíu og súrum sem að Gísli og Sverrir tínd í dag. Oppbakka kartöflusalat með hellingaskesujurt. Við erum svo með rauðbuður, epli og blaðlauk, agúrkusalat með kotasæli, kartöflur og piklaðan lauk og síðan blöndu af sellerirót og róum með smá kjúklingabaunum og svona jurtaolíu. Þá held ég að þetta sé nú komið. Þannig að við sækjum fiskinn og svo verður veisla. Skál! Njótið!